og svo kynni ég þig til leiks. Akkúrat, og þá verið að bíða eftir einhvernum. Meðan að við, já, nú er eitthvað að gerast hérna nýr á gólfi sýnist mér. Akkúrat, það svona skölin þurfa að virka og þetta alveg svolítið í pakki að hérna, að koma einhvernum fyrir svona, hérna þarf alltaf smá svona stað sérstaklega. Þannig næsti keppandi verður bara að bíða þangað til að hérna, hún fær leyfi til þess að byrja. Já, ég þarf að fá sjá spjöldin, svona, já. Hvernig viltu fá þetta? 5, nei, maður vantar eina tölu. Þið mínu örugglega heyra tölunar í útsendingunni, að hjá þulinum. Það virðist vera smá tölvubras á einum stað, en þetta líka, sko, þessi greinræðin ekki síður á rítarana hjá dómurum, sko. Þetta alveg svolítið pakki að ríta þessu líka og maður þarf að smá þekkingu og þekkja til æfingarna og hvernig þetta gert. Þannig að það líka alveg svolítið pakki að hafa einmitt hjá rítarunum að fylgjast með. Þetta eru, sem sagt, sá sem lengst fjærst okkur Sigurður Ævarsson. Hann gefur 5,8, svo kemur Elsa Magnúsdóttir. 6,0 Steindór Guðmundsson, 5,4, Randi Hólaker 6,0 og Árný Oddbjörg Oddsdóttir 6,3. Og þá næst inn á gólfið hún Hildur María Jóhannesdóttir, hún situr hervar frá Svignaskarði, 10 vetra rauðan, undan Glóðafeiki frá Halakoti og Hrefnu frá Dallandi. Og Hildur keppir fyrir Brekku Einhamar, vertu velkomin, þú gefur okkur greinilegt merki þegar þú hefur þína sýningu og gjörðu svo vel. Akkúrat, næsti keppandinn mættur og þulurinn búinn að kynna hana. En hún ætla að sýna okkur hér baug á stökki. Hún byrjuð. Já, hann bara byrjuð. En það kemur allan að baug á stökki, lokaður sniðgangur á baug á brokki, töfurgefinn fram og niður á brokki, lokaður sniðgang eða halfpass, lokaður sniðgang á skálinu halfpass á feti og lokaður sniðgang á beinu spori á tölti. Tók þarna bara fína hraðabreytingu á tölti. Já, ég minnst ég aðeins á því, þið var í skjálfinu hérna. Kemur hérna hægt tölt. Svona flott uppsetning á hrossinu, en örlítið svona ekki alveg samspora kannski að spá í svona varans út og suður, sem sagt færri afturpartur svona stundum aðeins til síðan. Örlítið ójafn bara. Já. En hérna kemur hún inn í lokaðan sniðgang. Akkurát. Það er mikilvægur að knappinn færir afturpartin aðeins inn. Það er mikilvægt að hesturinn aftur sé góður í gangtegund með góður í sveigju, lettur og mjúkur í hnakka. Og gengur svona heilt yfir nokkuð vel, sko. Nær þokkalega sniði og svoleiðis, kannski, já. Örlítið ójöfn inn á milli, en ekkert alls slæmt, sko. Kemur inn í flott snið inn á milli. Já. Svo alveg svolítið krefjandi útfærslu að fara inn á stökkbeint og logoðum og nýtir lokan til undirbúa stökki sem náttúrulega svolítið snið. Hérna kemur svo baugur á stökki væntanlega. Já. Svona gengur fínt, ég velti fyrir mér stærðina, en ég held að hafi sloppi, þannig að má vera svona 6-12 metra. Já. Þannig að baugurinn minni hringur en hérna hringurinn sjálfur. Já. Og þar afleiðandi meira krefjandi fyrir hestin, reynir mér upp að jafnvægi svona. Hérna reytir hrossið aðeins út Ydri bóg. Þannig aðeins erfiðar að stjórna Ydri bógnum og hlíðarstjórninni, allan á hringnum hérna, miðað við hina höndina. Já. En heldur gangtegundinni og hérna það smá sveigja, kannski full mikið í hálsinn miðað við skrokkin, en gengur fínt. Þá kemur stökkið inn. Hann allavega með mjög gott stökk þessi hestur. Takturinn góður. Góður hann á brokki. Svona skemmtilegt fasa þessum hesti, svona alveg með útgeisluðuna, skemmtilega reistur. Já. Og spáði svona út í fegur í reið. Þetta hestur sem getur alveg puntað þar aðeins inn. Já. Virkilega flottur á brokki þarna.
og þarna er hún nú að sýna líka örlítinn kraft í brokkinu. Akkúrat, það er það nefnilega. Þó að sé ekki endilega krafa það. En gaman að sjá hana sýna kraftinn og svo fer hún í hérna hvað ætlum hún að fara í æfingu núna? Ég er nokkur já, hún er að fara í lokaðan sniðganga bauja brokki myndi ekki sko. En hún er að blanda saman tveimur æfingum sem er náttúrulega mjög krefjandi heldur en ríða aðra hvora. Já. Og út af því inni hérna tveimur gæmum fram og niður. Þetta var svolítið skemmtileg samsetta. Þarna er hann að gera mjög góða æfingu. Ég var svona ekki alveg átt að mig á því fyrst lokaða sniðgangunum á baug upp á fyrri höndina en gekk betur upp á seinni. Já, það er stundum erfitt átt að sjá þessu líka á sjónarhornum sko. Já. Og það meina vitt af ábyrgð hjá Knap að sýna þetta þannig að dómarinn sjá í æfingarna vel, annars er mjög erfitt að dæma þér rétt. Einmitt. 1 mínúta, það er 1 mínúta. Tömur gefinn fram og niður gekk vel, hann alltaf markmið hesturinn lækkar höfuðið og tegir sér fram og niður í tömsambandið. Já. Lækkar sér allavega fyrir neðan herrakamp, ætla ég að segja. Og hérna fer svo vel aðeins út úr æfinginu og það var kannski aðeins eitthvað sem mistókst svona aðeins að fá svona, held ég að reisa sig örlítið mikið upp svona í endanum en æfingin hafa komið fínt teygja og fínt, mjög góð byrjun sérstaklega á henni. Já, hafa komið inn hvað í... Núna er hún í rauninni bara eftir að gæst. Nei, hún er að gera lokan sniðgang á skálinu á feti. Misti aðeins því mér af æfingunni en hérna sjáum hvort við fáum að sjá hana aftur. En það er líka svolítið áðurriðandi að hesturinn sé sveifur. Tími búinn. Takk ykkur fyrir Hildur María og Hervar. Nú Ingunn Rán og Svört hluti hér í meðalengun fyrir sína sýningu hérna áðan 5,93. Og þá ætlum við að fá engunir.